Herðu, næst vil ég bjóða einhverjum sem hefur örugglega margt þetta gervihnatakerfi að segja og það hann Hrafnkell Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofunnar sem fer með stjórnsýslu fjarskiptamála og netöryggis á Íslandi og mun fjalla þróun fjarskipta fyrir leit og björgun. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Hrafnkell Gíslason, ég er forstjóri hjá Fjarskiptastofu. Það var mér í vatn. Ég vil þakka fyrir þetta boð að fá að koma og vera með ykkur hér í dag og ræða þessi mál sem mér eru mjög ofarlega í huga. Þakka Varbergi fyrir það að skipuleggja þetta. Það eru ýmsir horn að líta hvað það varðar og öllum öðrum sem að þessu hafa komið. Nú, staða, þróun og sviðsmyndir fyrir fjarskiptanet neyðar- og björgunaraðila. Til hvers eru þessi fjarskiptanet? Það má kannski segja það að þessi fjarskiptanet eru oft límið í þessari starfsemi, svona eins og súrefnið hér á milli okkar sem við sjáum ekki, en ef það væri ekki til staðar þá verður nú ekki gaman að vera hér. Það er sama með fjarskiptin, þau eru afskaplega mikilvæg, þau eru kannski ósýnileg, en þau svona halda starfseminni saman og búa til þessa heild sem við þurfum á að halda til þess að ná árangri sem við þurfum undir mjög krefjandi kringumstæðum. Ef ég fer aðeins í þessa stöðu varðandi landsdekkandi radíókerfi. Fjarskiptastofa hefur tvenns slags hlutverk, það er annars vegar varðandi netöryggismál og hins vegar varðandi fjarskiptin. Og varðandi fjarskiptin þá höfum við líka með tíðnistjórnun landsins að gera. Við erum með tetrakerfi sem er með samning við Byrgja til 2032 sem er við fyrirtækið öryggisfjarskipti sem er síðan grundvöllurinn undir neyðarlínuna og svo framvegis. Þetta kerfi er landsdekkandi, einhverju rúmlega 200 sendastaðir á landinu til þess að gera góða útbreiðslu á lágri tíðni. Þetta kerfi þjónar ágætlega tilgangu sínum í dag að mörgu leyti, en það eru hins vegar svona framtíðarþróun eins og gagnahraði og ýmislegt fleira sem ég kem inn á eftir sem við þurfum að skoða í samhengi við tetrakerfið. Nú, síðan höfum við radíókerfin, önnur radíókerfi í landinu og þeim er að fækka verulega. Það er verið að loka GSM-kerfinu, það er búið að því, það er verið að slökkva á 3G eins og það hefur kannski orðið vör við í fjölmiðlum, það er búið að slökkva á langbylgjunni og líklega verður slökkt á sjónvarpinu í greiðunni eða það sem við kallum DAB/T innan tíðar. Eftir standa, eftir því hvernig er talið, 3 til 6 radíónet á landsvísu. Það eru 4G-kerfin, það eru 5G-kerfi, það er FM og síðan þá arftæki tetra eða tetra og síðan þessi sérhæfðu radíókerfi eins og hann var að tala hérna frá Galileo áðan. Það eru alls konar kerfi fyrir flug og siglingar aðalega, VFF-kerfi, AES, talstöðvar og svo fleira og fleira. En punkturinn er sá að við erum að setja við erum með færri og færri net og við erum að setja, eggin okkar í færri og færri körfur. Þetta eru mjög öflug net, nútímaleg og yfirleitt eru íslensku fjarskiptanetin mjög háþróuð og nútímaleg. Við erum að fara að loka kópalínukerfinu líklega næsta ári, fyrst þjóða líklega í Evrópu. Við erum fyrst þjóða í Evrópu að loka GSM og 3G. Þannig að kerfin okkur eru að mörgu leyti mjög háþróuð, en tetra er það kannski ekki. Nú, það er mikilvægt í þessu samhengi varðandi að búa til landsdekkandi kerfi að meginkostnaður við útvíkkun eða byggja upp kerfi liggur í radíókerfinu á landsvísu. Það er kannski ekki mjög mikið mál að búa til dekkun fyrir 90% af landsmönnum og svona þessi helsustaði, en að fara alla leið í uppbyggingu á kerfi, það sem við verðum með góða dekkun alls staðar og öllum heimilum, á stofnbyggðakerfinu, út á hafið og svo framvegis, það er verulegur handleggur. Og í þessum markaðsdrifnu kerfum erum við með líklega einhverja 750 sendastaði í þessum kerfum. Margir þeirra eru til þess að ná upp afkastagetu, ekki dekkun, en sumur eru bara fyrir dekkun. Bara sem dæmi í stofnbyggðaverkefninu sem við köllum, þar sem verið að tryggja óslitna þjónustu á stofnbyggðakerfinu. Það er 98% dekkun í dag. Þessi 2% sem upp á vantar kosta
2 milljarða. Þannig að það mjög dýrt að fara allra síðustu metrana í svona uppbyggingu. Nú síðan eru að koma inn þessi stöðluðu háhraða gervitunglakerfi sem verða sífellt aðgengilegri og ég ætla að fara betur yfir það á eftir. Nú Tetra einhver 30 ára gömul tækni. Eins og ég segi, alveg ágætt tækni fyrir sína parta og hefur þjónustað okkar mjög vel og mun væntanlega gera það í nokkur ári viðbót. En ég held að við séum komin á þann stað að þurfa að skoða hvað tekur við. Flestar Evrópuþjóðir eru komnar af stað með það verkefni. Margar hafa valið þessa svokölluðu 5G-tækni sem byggir á þessu staðli sem heitir 3GPP. Nú Noregur, Svíþjóð og Finnland eru komin vel á veg með þetta, fer yfir það betur eftir. Þannig að við erum á þeim stað að við þurfum að taka ákvörðun varðandi þessu umbreytingu og þess vegna gladdi það mig mjög mikið þegar dómsmálaráðherra sagði að eigi að setja á stað þennan vinnuhóp til þess að huga að þessum málum. Það er alveg gríðarlega mikilvægt. Nú það er búið að hugsa þessi mál allt frá 2020 hjá Fjarskiptastofu. Við höfum verið með samráð tíðninotkun, öryggisfjarskipti og ráðuneytin hafa tjáð sig það að taka frá tíðnir fyrir notkun neyðar- og björgunarkerfis þá á farnetstíðnum. Þessar tíðnir eru ætlaðar fyrir farnetskerfi og til að gera langa sögu stutta þá gáfum við út tíðniheimild 2022 til öryggisfjarskipta út af þessu einmitt þjóðlega verkefni og sömuleiðis til að gera aðra langa sögu stutta þá var þessi tíðniheimild endurútgefin 25 þar sem að öryggisfjarskipti halda tíðnileyfinu en bakka út úr þjóðlega verkefninu af vissum ástæðum. Nú það er verið að breyta fjarskiptalögum og þar er meðal annars komið nýtt ákvæði það sem Fjarskiptastofu falið að tryggja tíðniafnot ríkisins vegna almannahagsmuna og þjóðaröryggis. Og svona kerfi eins og kerfi neyðaraðila er klárlega slíkt kerfi þannig að ríkisvaldið og Alþingi er að þá stíga dálítið þungt til jarðar það hvert á að fara. Og sömuleiðis er bæði í nýjum almannavarnalögunum og gömlu lögunum líka talað að samhæfingarstöð og viðbragðsaðilar skuli hafa aðgang að óháðu og aðskildu neti frá almennum fjarskiptakerfum og með eigin neyðarafli eða varaafli sem er gríðarlega mikilvægt. Þannig að þessi kerfi Nú það er ákveðin skörun í þessu samtali við reksturinn á neyðarsímsvörunina í númerinu 112. Í 97. grein fjarskiptalaga segir að berist símtal í 112 skal það net sem nemur það símtal afgreiða það nánast skilyrðislaust. Og ef við förum yfir í 5G net í staðinn fyrir Tetra, þá erum við komið með öruggt net til þess að taka á móti 112 símtölum á landsvísu. Og það hefur lengi verið kallað eftir því að farsímakerfin verði neyðarkerfi almennings líka, öryggiskerfi almennings. Það er ekki þannig skilgreint í lögum í dag. Þannig að ef við færum þessa leið, þá myndum við sem kaupbæti fá það fyrir alla landsmenn á landsvísu að við verðum með örugt kerfi fyrir 112 símtöl á landsvísu. Mjög mikilvægt. En hvers vegna skildum við fara út í þessa breytingu að færa okkur frá Tetra smá saman yfir í farnetskerfi. Nú, við erum með ýmsar þarfir sem að Tetra leysir ekki í dag eða er að það er ákveðnar ógnir sem steðja Tetra. Við erum að horfa á háhraðatengingar, að fá svona ástandsvitund á vettvangi og fá þá upplýsingarnar á staðinn í gegnum þessi fjölmörgu upplýsingakerfi sem að ég vissum að Gæslan og Landsbjörg og allir hafa. Slökkviliðið, ég veit ekki hvað, fá tekníkar, geta fengið þetta allt á staðinn í gegnum þessi kerfi sem eru þá hraðvirk og traust. Nú öryggið, rekstraröryggi, afgangsöryggi, alls konar dulritun og fleira. Tetra byggir á tiltölulega gamalli tækni varðandi dulritun. Það er spurning hvernig skammtafræði tölvurnar fara með þá dulritun, ég veit það ekki alveg ennþá. Nú útbreiðsla er gríðarlega áskorun í Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur yfir Íslandi og hafinu í kringum Ísland og þá kemur þessi samþætting á milli landsbundinna kerfa og gervitunglakerfa inn í myndina sem ég tala á eftir. Nú síðan er líka samþætting á alls konar upplýsingakerfum
Þessi kerfi eru stöðluð, þau byggja á stöðlum internetsins, TCP/IP, þannig miklu auðveldara að samþætta alls konar upplýsingakerfi og fjarskiptakerfi saman í eina heild ef við förum þessa leið inn í þessi nýju kerfi. Nú búnaður sömuleiðis að koma mjög sterkt inn, staðlaða búnaður. Við erum með alls konar framleiðendur sem að framleiða þá vottaðan búnað inn á þennan öryggisgeira. Ég var á heimsýningunni Mobile World Congress í síðasta mánuði og það voru margir framleiðendur farnir að framleiða svona búnað sem að myndi sæma sig vel utan á þínum fólki hérna í lögreglunni. Sterkbyður, traustur, vottaður, öruggur búnaður sem þolir jafnvel vonandi íslenskar aðstæður, allavega norskar til að byrja með. Nú gervigreindin að koma mjög sterkt inn í þessi net. Í 6G verður gervigreindin innbyggð inn í netin. Það þýðir það að gervigreindar svörunin kemur þá nánast úr radíókerfinu en ekki einhverjum gagnaverum út í heimi með lengri svartíma. Og alls konar stýringar varðandi dróna og hópa sem að koma inn í þessi kerfi og verða svona hluti af stýringunum í þessum framtíðarkerfum. Auðvitað snertir þetta þjóðaröryggi okkar í stöðu heimsmála. Notendur af þessu kerfi eru almennt séð borgaralegir aðilar, en þetta líka notað af hermálayfirvöldum, þannig að öll þessi fjarskiptakerfi, hvort sem þetta kerfi eða önnur, eru grunnurinn undir þau, varnarkerfi, varnarfjarskiptakerfi sem að flestar þjóðir hafa. Þannig að þessi yfirfærsla sem við erum að horfa á varðandi þessi farnet, hún tengist þjóðaröryggi og hefur áhrif á þessu stöðu okkar í heimsmálunum í dag. Nú, við erum á fleygiferð í þessari þróun á farnetunum. Menn kannski skilji ekki öll þessi G, 1G var NMT og svo GSM var 2G og svo 3G og þessi kerfi erum að leggja af og eftir standa þá 4G og 5G og síðan 6G handa við hornið. Allt byggir á sama staðlinum. Við erum að vinna að því á Íslandi að uppfæra þessi íslensku net yfir í það sem heitir fulla 5G-virkni, það heitir á fagmáli standalone. Það tekur talsverðan tíma, það mun bjóða okkur meiri hraða og ýmislegt fleira. Það mun líka bjóða okkur upp á svokallaðar netsneiðar. Kem betur á því og eftir. Nú þróun yfir í 6G hafin. Þar verða þessi dreifikerfi á landi samhæfð við gervitungl. Þannig að gervitunglin sem að svona bráðlega fari í virkni munu uppfylla þennan staðal sem ég nefndi áðan, 3GPP, þannig að síminn með ákveðnum hætti getur talað beint við gervitunglin. Það kallað Direct to Device eða D2D. Það að segja útbreiðsla aðstæðar. Fer betur í það og eftir. Þar gervigreindin verður innbyggð, meiri hraði og lægri töf, meiri nákvæmni í staðsetningu. Við erum að fara að tala niður í sentimetra staðsetningu jafnvel. Og síðan þessi stýring á miklum fjölda tæknitengdum dróna. Þannig að þessi tæknikerfi að fara að koma til móts við ýmislegt af því sem að neyðar- og björgunaraðilar þurfa á að halda bæði í landbundukerfunum og sömuleiðis geri ég fastlega ráð fyrir í þessum gervitunglakerfum sem þá samhæfð við þetta. Nú við erum að horfa fram á það að þessu fyrstu 6G-net að fara í rekstur erlendis 2030 og á þessari heimsýningu Mobile World Congress þá alveg ljóst að það mjög mikil þungi í þessu samtali 6G og sömuleiðis varðandi það að tengja þessi kerfi saman við gervitungl. Þannig að þetta ekki einhver svona loforð sem bara á tekniborðunum. Þessir aðilar eru beinlínis að vinna þessu. Ég fór á einhverja fundi með gervitunglafyrirtækjunum, allir að tala þetta og hafa mikinn áhuga á Íslandi. Það var mikinn áhuga á norðurslóðum og öll þessi norðurslóðu umræða hefur sannarlega stimplað sig inn hvað það varðar. Þannig að við megum búast við því að frá þessum viðskiptalegum aðilum, stóru viðskiptalegum aðilum, þá verði dekkun hér á norðurslóðum. Ég veit nú ekki alveg hvort það fer norður fyrir Spitsbergen eða Svalbarða eða þar,
en það má gera ráð fyrir dekkun hér á þessu svæði sem er gerbylting frá því sem við höfðum hér áður og fyrr. Nú aðeins þessar netsneiðar í 5G-kerfunum er þetta búa til svona í raun og veru undirnet sem að hafa skilgreind þjónustu og gæðaviðmið og það er hægt að tryggja ákveðnar svona, forgang og fleira og það er þá bara spurning hvaða þjónustu kaupandinn vill kaupa af þessari netsneið. Og það getur þá verið netsneið fyrir almannavarnir eða fyrir einhvern arftaka tetra eða ef orkufyrirtækin vilja fara þarna inn eða svo framvegis. Þannig að það er þá bara spurning í þessari tækni, hvort sem hún voru keypt af fyrirtækjum á markaði eða hvort að opinbera komu sér upp eigin neti, hvernig við höldum utan þessar netsneiðar. En tæknin er að þróast í þessa átt. Nú aðeins meira gervitungla þjónustuna. Við erum með svona 3 megin hæðir sem gervitungl fljúga í. Miðbaugur, það er 60.000 kilometrar yfir miðbaug. Geislinn hér sem kemur upp á Ísland svona norðarlega er á mjög lágri gráðu, þannig að skilyrðin hér eru ekki góð endilega fyrir miðbaugsþjónustu, þó að þjónustan sem slík er ágætt, vart stóran disk og það er alls konar skuggasvæði út á fjöllum og fleira. Hins vegar er að koma inn þessi lágfljúgandi og milliháfljúgandi kerfi sem gerbreyta þessari mynd. Þau eru miklu lægra fljúgandi en þessi miðbaugskerfi og það gerbreytir myndinni. Við erum að tala það í dag, eins og þið þekkið væntanlega, að með Starlink eða Globastar og það eru fleiri aðilar á þessu markaði, þá getum við fengið gagnasamband, mjög þokkalega gagnasamband í lítið móttakara fyrir ekkert allt of mikinn pening. Og þetta getur verið ágætis holufylling mjög víða þar sem ekki nýtur þjónustu í dag. Nú það er að koma þessi þjónusta beint í farsíma. Til dæmis get ég upplýst það að það er verið að skoða þessi neyðarboð frá Apple-símum, eða nýlegum Apple-símum inn í þessi Globalstar-tungl sem eru yfir landinu í dag. Og ég gerir ráð fyrir því að næstu vikum eða mánuðum þá mun þetta verða innleitt á Íslandi. Þannig að það er bara spurning það er ekki okkar ákveða það er aftur birgjaóvissan sem ég var að tala hérna áðan, það er þá bara Apple sem ákveður það hvernig þeir vilja bjóða þetta fyrir sína viðskiptavini. Þannig að þetta er að koma. Innan 5 ára spái ég að við verðum konir með nýjar kynslóður af þessum gervitunglum. Ég talaði við þessa framleiðendur og þeir eru allir búnir að hanna og eru að smíða þessi kerfi og það er bara spurning í hvaða röð þessi hnettir fara upp frá hverjum aðilum. Þessi kerfi er að koma. Og þar sjáum við þessa direct-to-device þjónustu þannig að símar geta talað beint við gervitungl, nota bene, undir bera lofti. Þessi merkir það veik frá gervitunglinu og þú færir ekki gegnum lofti hér. Þú þarft að vera úti undir berum himni. En til dæmis fyrir neyðar- og björgunaraðila þá myndu þeir vantar að vera með lítið loft upp á þaki á bíli eða hvað og geta haft þá þetta sem varaleið ef að landbundnu kerfin eru ekki að veita þjónustu. Þannig að það verður boðið upp á raddþjónustu, skilaboð og einhverja takmarkaða gagnasamband. Ég ætla nú ekki að lofa því að þau eru neitt ljóslegar að hraða þessu, en þetta getur verið mjög verðmætt fyrir það að hafa svona heildstæða nálgun á það að búa til nýtt kerfi, neyðar- og björgunaraðila sem er með svona alnánd á öllu þessu svæði sem við þurfum að þjónusta. Nú síðan hér er meira að tala um svona þessa almennu markaðsþróun og síðan er náttúrulega ríkin að horfa á, til dæmis það voru fréttir GovSat.com og Iris2 sem eru þá að frumkvæði Evrópusambandsins og það er þá þjónusta sem Evrópusambandið er að byggja upp og það eru fleiri svona tungl og system og svona constellations, þyrpingar það kallar, það er að skoða fleiri þyrpingar í alls konar tilgangi hér á Íslandi. Það er gríðarlega vöxtur í þessu og bara fyrir nokkrum árum þá var enginn að tala við okkur gervitungl. Í dag eru allir að tala við okkur á fjarskiptastofum gervitungl. Þannig að þetta er alveg orðið mjög mikið inn.
Það hins vegar mjög mikilvægt að átta sig á því að gervitungl, þeir geta fylgt í eyðunni útbreiðslu og verið varakerfi ef jarðbundin net bresta, sem mjög mikilvægt að eiga kost á varakerfi og ég myndi leggja sérstaka áherslu á það, en þau leysa ekki og hafa ekki afkastagetu til að leysa jarðbundin net af hólmi að fullu. Þannig að við skulum bara hólfa þau í rétt hólf. Nú þróun þessara kerfa mun velta svolítið mikið á þessari tíðniráðstefnu World Radio Conference árið 2027. Samskipti milli gervitungls og svona tækis, hún þarf að fara fram á súrefni tækisins sem eru tíðnir. Ef það ekki búin að skipuleggja tíðnirnar, þá geta hvorki tækjaframleiðendur eða gervitunglaframleiðendur ákveðið það hvernig þeir útfæra tæknina. Og það eru svona 2 meginskólar í þessu. Það annars vegar, farnetsskólinn, þar sem að tíðni bútar úr farnets tíðnirófinu, sem býsna stórt, ég ætla ekki að fara yfir það hér, tekin frá fyrir líka gervitunglaþjónustu. Það er talsvert flókið mál, bæði lögfræðilega og tæknilega. Svo hinn skólinn, og það svona gervitunglaskólinn, og þá bara sagt, þessi tíðni hér fyrir gervitungl og þá þarf að tækjaframleiðendur í tækjum að útbúa radíókerfi sem tala þá beint við gervitunglið. Hvor leiðin verður farin, ég veit það ekki alveg, árið 27, þetta sem Alþjóða fjarskiptasambandið heldur þessa World Radio Conference á 4 ára fresti, en það mun svolítið móta það nákvæmlega hvernig þetta verður útfært. Þannig að 80% af dagskrá þessara ráðstefnu 27 verður þessi mál. Þetta megin umræðuefni. Nú fyrir Ísland, hvernig sviðsmyndir höfum við? Ég geng út frá því að við erum að fara einhverja farnetsleið varðandi þróun þessara kerfa. Ég sé ekki í bráð allavega aðrar færa leiðir. Ég var þá bara að halda áfram með Tetra, sem að ég held að sé pínu svona erfitt til lengri tíma litið. Sammála ráðherra það að það orðið svona dálítið úrelt að mörgu leyti. Og í þessum kerfum þá þarf miðlægan kjarnabúnað sem símstöð, svo þarf þetta landsdekkandi sendakerfi og þar liggur megin kostnaðurinn og svo erum við að horfa á samþætting við gervitungl. Ég myndi segja að það væri þá á næsta áratug. Nú í þessum kerfum líka þarf svo kallað MCX, Mission Critical Services, og það kerfi sem innleiðir þessa sérstöku tetravirkjun sem við köllum í dag. Það til dæmis þetta hóptal og Mission Critical Video og Mission Critical Data. Þannig að það í raun og veru svona kryddið ofan á 5G-netin í væntanlega hugbúnaðarútfærslu meira og minna sem gerir þessi 5G-net að raunverulegum kerfum fyrir neyðar- og björgunaraðila. Og ég sé svona 4 megin fræðilega séð fyrir sviðsmyndir. Sviðsmyndin að ríki gera þetta allt sjálf og D-sviðsmyndin að þetta verður alfarið outsourcað yfir á markaðinn. Og svo eru svona millistig þarna á milli. B þannig að þá myndi ríkið vera með kjarnan og takmarkaða netsneið, til dæmis á 700 megahertsa tíðnisviðinu sem við höfum tekið frá fyrir þessa þjónustu, en síðan verið samið netsneið hjá markaðsaðila. Betur yfir það hvernig þetta gert í Skandinavíu eftir. Nú valkosturinn væri þá að það væri ekki takmarkað net, það væri þá bara ríkið með kjarnakerfið og semdi þá við markaðsaðila. Og svo valkosturinn að ríkið reki ekki í raun og veru þessi 5G-net, væntanlega myndi ríkið reka þetta MCS-kerfið sem að sé líka aðgangsstýringar og öryggið í kerfinu. Þannig að það eru svona stórt séð þessi 4 valkostir. Og ég búinn að skoða hvernig þetta á hinum Norðurlöndunum. Noregur, Svíþjóð og Finnland eru búin að taka afgerandi ákvörðun það að fara yfir í 5G-net. Og þetta bara í framkvæmd núna. Og þeir eru sem sagt búin að í öllum tilvikum að það samið við markaðsaðila, einn eða fleiri, skilgreinda netsneið með þjónustu, öryggisstig og forgangi. Þannig að þetta svona þekkt þjónustustig og þekkt öryggisstig. Nú í Noregi ætla menn að fara, D-leiðina, það var minnst aðkoma ríkisins að þessu. Það
það er ýmislegt ennþá svolítið óljóst varðandi hvernig Norðmenn ætla að gera þetta en þeir eru búin að taka þessa strategísku ákvörðun að fara þessi leið ef ég skil þá rétt. Það vill þannig til að systurstofnun okkar í Noregi sem heitir Nkom, þeir eru með framkvæmdina á þessu máli, það eru ykkur 30 manns að vinna við þetta þar og ég þekki þetta fólk mjög vel persónulega þannig að þeir eru í þessu verkefni alveg upp fyrir haus. Nú í Svíþjóð eru menn að fara þessa B-leið, það er að segja ríkið er með kjarnan og með MCS-kerfi og eru líka með takmarkað net. Við getum farið þessa leið ef við héldum sendastöðunum fyrir tetrakerfið sem er einhver, 200 og eitthvað, settum upp 700 megara kerfi þar sem er nokkuð langdrægt og síðan væri hægt að semja við markaðsaðila um netsneið til þess að ná þessari fullu dekkun á landinu sem dugir ekki á sendastöðunum í tetrakerfinu í dag. Það er alveg ljóst. Nú Finnland er að fara það sem ég kalla C-leiðina, þeir eru sett með ríkið með kjarnan og MCS-kerfið en þeir kaupa netsneiða frá markaðsaðila. Þannig að þetta liggur svolítið svona stóru línurnar fyrir hvað þetta varðar. Hins vegar ætla Danmörk aðeins að bíða. Danir eru svolítið íhaldssamir hvað þetta varðar. Þeir ætla að halda aðeins lengur í tetrakerfið en þeir eru engu að síður komnir af stað með verkefni með það að samhæfa tetrakerfið við 5G-kerfið hjá sér en það er ekki garanteruð þjónusta. Það er sem sagt það er í raun og veru svona best effort. Nú við höfum tekið frá Íslandi tíðnir fyrir svona kerfi á 700 megahertsa tíðnisviðinu og það er meira í skoðun hvað það varðar. Það er verið að tala það að samtengja þessi net á Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og það eru líka vinnuhópar í Evrópu það hvernig á að fá þessi kerfi til að virka saman þvert yfir Evrópu. Ég bendi sérstaklega á það að skipuleg þróun og yfirfærsla á svona kerfi myndi líklega ekki taka minna en halvan áratug, 5 ár. Og það er þess vegna afskaplega mikilvægt að það á að fara að setja þennan vinnuhóp í gang svo við hefjum þessa vegferð sem fyrst. Ég tók saman betur hérna útfærslurnar í hinum Norðurlöndunum, Finnland, þeir eru með ríkiskerfi, þeir eru með kjarna frá Ericsson eða símstöð frá Ericsson, þeir ætla að nota Elisa fyrir radionettið og ætla að nota kerfi frá Airbus fyrir MCX. Þeir eru komnir að stað með notkun og ætla að loka Tetra 28. Svíþjóð eru með kerfi frá Ericsson, hvað annað, og hérna eru með eigið kerfi á 700 megahertsa og síðan líka samning við markaðsaðila og þeir eru líka með Airbus kerfið. Noregur, þetta nýja nýtt net, þeir ætla líklega að keyra MCS-kerfið. Þeir eru þó ekki búin að ákveða það. Og þeir eru ekki búin að velja þeir þurfa ekki að velja hver keyri kjarna hjá þeim því að markaðsaðilar munu gera það. Þeir eru 3, Telenor, Telia og Lyse og ég gerir ráð fyrir að ríkið muni eiga MCS-kerfið. Það liggur ekki fyrir. Þeir ætla að fara af stað 29 og loka Tetra 31. Þannig að okkar ábendingar sem ég reyndar þessar glari setti ég saman áður en að dómsmálaráðherra lýsti yfir því að hann ætlaði að stofna þennan vinnuhóp. Við þurfum að hugsa til langs tíma sem er afskaplega mikilvægt og við þurfum að hugsa í áratugum. Svona innviðamál þarf að hugsa í stórum skala. Þetta verður ekki afgreitt innan eins kjörtímabils, það er alveg ljóst. Við þurfum að vinna þétt með hagaðilum hérlendis og þeir eru ansi margir, eins og ég nefndi áðan, og þurfum líka að horfa til rekstraraðila mikilvægra innviða því að þeir eru hluti af þessari neyðarreglu sem við þurfum að standa undir, til dæmis bara tölum um orkufyrirtækin. Við þurfum að kanna betur þessar leiðir sem eru farnar á Norðurlöndunum, varðandi að fá ytri fjármögnun, þá er það gríðarlega mikilvægt að eiga áætlanir. Nú að fara að endurskoða áætlana og styrkjakerfi Evrópusambandsins 28, það verður samkeppnisstyrkir. Ágúst hérna hjá Rannis var að segja mig þetta áðan. Ef við erum ekki með áætlanir til þess að mattsa á móti þessum styrkjum, þá erum við ekki að fara að sækja þessa peninga þarna út. Þannig að það er alveg gríðarlega mikilvægt að setja þessa áætlanagerð í gang þannig að við getum sótt þessa peninga. Annars er þetta bara glötuð tækifæri í mínum huga. Innleiða stig að stigi,
afskaplega mikilvægt, þannig að það sé algjört öryggi í hverju stigi, þannig að það sé aldrei messufall í þeirri þjónustu sem að neyðar- og björgunaraðilar veita, hvað annað, og bara hefja vegferðina. Og ég bara fagna því alveg sérstaklega að ráðherra ætlar að skipa þennan vinnuhóp eða starfshóp og vinna að þessum tillögum, og ég bend á það að það er afskaplega mikilvægt að þessi hópur líka greini þessa ábyrgðarskiptingu innan stjórnsýslunnar, því að það eru hjá Fjarskiptastofu við með lista yfir 10-20 verkefni sem að þessari tegund. Það er fullt af hagsmunaaðilum sem koma að einu máli og við þurfum að fá þessa aðila til að vinna saman til að taka ákvörðun næstu skref. Og það hefur staðið svolítið þessu til dæmis umræðum arftaka tetra fyrir þrifum að það hefur ekki alveg verið nógu skýrt hver á að gera það. En við erum komið með skipulag innan stjórnsýslunnar þetta verkferli varðandi áfallaþol samfélagsins, og ég horfi til þess skipulags með mjög jákvæðum augum, og ég held að það hafi verið afskaplega notadrjúgt fyrir okkur ef okkur tekst að virkja það vel varðandi þau verkefni og þau miklu verkefni sem bíða okkar á íslensku samfélagi að efla til dæmis öryggi fjarskipta og áfallaþol fjarskipta. Það ætla að láta þetta duga í bili. Spurningar? Já, okkur gefst tími til mögulega 2, jafnvel 3 spurninga. Þannig að, já. Get ég mögulega kastað, maður sjá. Já, takk fyrir mjög fróðlegan fyrirlestur. Ég heiti Sveinbjörn Dúason og hérna Akureyringur. Þú nefndir aðeins FM-kerfið. Er það að fara að slökkva á því eða? Alls ekki. FM-kerfið er náttúrulega Sín og Ríkisútvarpið sem eru með FM-kerfi. Það er býsna mikið samkrull þar á milli. En FM-kerfið í mínum huga er alveg lykilatriði í almannavarnahlutverki Ríkisútvarpsins, og það á ekki að slökkva á því kerfi þegar það er alveg gernelt með hvaða hætti við leysum það almannavarnahlutverk með miðlun til allar þjóðarinnar mjög sómasamlega af hólmi á mjög öruggan og tryggan hátt. Hins vegar geta þessi kerfi sem ég er að tala um hérna, fjarskiptakerfin okkar, þú getur hlustað á útvarp og sjónvarp í gegnum þau í dag, og það er það sem stærsti hluti þjóðarinnar gerir varðandi sjónvarp og stór hluti varðandi hljóðvarp. En við höfum alls ekki að leggja niður FM-kerfið, alls ekki. Gott að heyra. Hins vegar verður dreifikerfinu fyrir sjónvarp DVB-T lagt niður, en ég held að sé 0,4% af þjóðinni sem að nota það í dag, og það kostar x 100 milljónir á ári að starfrækja það kerfi, þannig að ég held að þetta er nú bara einn af sparnaðinum við það að vera komin svona með öflugt ljósleiðarakerfi inn á hvert einasta heimili. Við erum að spara 100 milljónir á ári í dreifikerfi fyrir sjónvarp. Ágúst. Já, fyrst þú vissaðir í mig þarna, ég langar mig bara svolítið að hnykkja á því sem þú sagðir, sko, og tengja saman, sko, í fyrsta lagi það sem ráðherra sagði í upphafi hér samhæfingu innan Stjórnarráðsins sem er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að áætlunum. Svo þú sagði rétt til að núna er í Stjórnarráðinu verið að undirbúa þátttöku Íslands í næsta áætlanaramma sem er 7 ára fjárhagstímabil frá 28 til 34. Og það er, og af góðum ástæðum sem allir hér inni þekkja, það er gríðarlega áherslubreyting þar sem er mikil áhersla á það sem er sett undir reglífina Security and Resilience, sem er náttúrulega það viðfangsefni sem við erum að tala hérna í dag. Og það er verið að tala um að stór auka fjármagn í ýmsar rannsóknir og þróun sem er svo það sem Rannís hefur tengst með. En það er líka þessi innleiðing, og það á að setja á laggirnar gríðarlega stóran samkeppnishæfnissjóð, vegna þess að þetta er líka spurning samkeppnishæfni, og þar kemur nú sérstaklega inn á þitt umræðuefni sem á að vera alveg feikilega stór. Ísland þarf að taka afstöðu til þess, hvort við ætlum að taka fullan þátt í þessu ekki, af því þetta er fjárfestingu upp á +- 20 milljarða. Ef við ætlum að fara inn í þetta, þá þurfum við að hafa áætlanir, og mér langar að styðja svolítið við það. Áætlanir hvernig við ætlum að bæta viðbragðsgetu og þetta resilience mátt okkar, og þá langar við að hrósa fulltrúa Landhelgisgæslunnar sérstaklega. Við þurfum að eiga bæði langtíma áætlanir og forgangsraða.
og þú varst bara mjög snöggur og skýr þegar þú spurður forgangsröð. Þetta þarf að koma fyrst, svo þetta, svo þetta. Og þessi saga sem Hrafnkell sagði mér hérna fyrir í dag, hvernig okkur tókst að komast þangað sem við erum núna með ljósleiðaratenginguna sem að sanna sig að hafi verið skynsamleg ákvörðun. Þetta er 10 ára plan. Við þurfum að byrja núna með næsta 10 ára plan. Svo ég vil bara hvetja þá sem að koma hérna að taka nú höndum saman og leggja sitt í púki þennan vinnuhóp ráðherra. Bara, það var engin spurning, það var bara hvatning. Takk. Einhverjum fleiri spurningar? Nei, kannski það bara frá mér. Það er talandi ábendingar hérna í lokin. Þú veist vola fegin að heyra að það er stefnt á koma allavega af stað með svona vinnuhóp. En þá spyr ég í ljósi þess að þetta er svona fjölþátta málefni, koma margir að þessu og þetta kemur mörgum, þetta skiptir mörgum miklu máli. Hvað aðalega myndir þú vilja sjá koma að þessu ferli? Nú ráðherra taldi upp nokkur aðala, ég held að það séu svona líkil aðalar í þessu samtali, en ég held sko að þetta þurfa að vera tveggja nálgun, þar að segja þeir sem að bera svolítið ábyrgðina á þessu, þeir segja ráðuneytið og framkvæmdaraðila og fleiri. Ég held að það sé afskaplega mikið eftir ríkislögreglustjóri var þarna og þá má og svo framvegis. Hins vegar er hagsmunaaðila hópurinn í þessu, náttúrulega Landsbjörg og slökkviliðin og veitufyrirtækin og svo framvegis. Þannig að ég held að það þurfa alveg að vera með mjög öflugt samtal það hvernig á að gera hlutina. Það sem að Norðmenn segja að þeir segja að þessi líkil svona success criteria hjá þeim, það er að eiga þetta samtal bara hvernig eiga takkarnir að vera á símanum sko. Og þetta virki fyrir fólki sem raunverulega þarf á þess að halda. Sælleitau, Jón Þór heiti ég hjá Landsbjörg. Mér langar að spyrja út í niðurlagningu 2 og 3G kerfana. Já. Þú talar eins og þetta væri okkur eitthvað keppkefli og eins og við heyrum utan af okkur frá öðrum þjóðum að þá erum við talsvert langt á undan á þessari vegferð. Við erum það. Hvað veldur? Það er ýmislegt sem veldur þessu. Við erum að mörgu leyti með svona komið nokkuð langt í þessari þróun að innleiða þessi háhraða farnet. Það er mjög dýrt, í öðru lagi, það er mjög dýrt að reka, við erum í raun og veru að reka 4 tegundir af farnetum. Og notkunin það er búið að loka GSM, þannig að það er 0. Notkunin á 3G, það eru sárafáir að nota þetta hér á landi og það er mjög dýrt að reka þetta. Þetta er heilt kerfi í rekstri. Ég skil það, en sko, spurningin er við sjáum það sem að þetta hefur haft í för með sér, að það er minni dekkun og til dæmis eins og sjómenn sem eru á grunnslóð kvarta mikið undan lakara sambandi. Við sjáum að í kringum okkur er gefið lengra raun og veru lýrum til þess að leggja kerfi niður. Er þetta bara kostnaðarmál að okkur liggi svona á að loka þessu? Líka er það þannig að á þessum sendastöðum sem við erum með, það er takmarkað pláss fyrir búnað og fleira. Við erum í ákveðnu yfirfærslum fasa. Þegar slökkt er á þessum sendum þá er settur upp gjarnan nýr búnaður. Þannig að við erum ekki búin að ná upp fullri dekkun á nýjum kerfum, 4G, 5G, með það sem á að verða. Ég hef sannarlega tekið þessi útbreiðslumál og rætt þetta við félögin og það er alveg skýrt í tíðniheimildum sem við gáum út fyrir félögin að útbreiðsla bæði þéttbýli og landmannsson og viður skal að meðaltali ekki vera lakari í þessum nýju kerfum en var í eldri kerfum. Það kann að vera að það séu ykkur tímabundin vandamál hvað það varðar. Við munum fara í þau mál og mæla þau ef nokkuð kostur er, en það er algjörlega skýr stefna hjá okkur að þjónustan verði ekki lakari. Og það er orðið þannig núna að það er orðið fleiri sendar í 4G-kerfin en voru í 3G og GSM. Þannig að þjónustan á að batna. Hins vegar getur þetta líka verið spurning tíðninotkun, á hvaða tíðnum er verið að nota og það er ekki hægt að samnýta
sumar af þessum tínum, þannig að það verður að slökka á gömlu þjónustunum til að geta tekið tínina og endurnýtt hana fyrir nýju þjónustuna. Þannig að það alls konar flókin mál í þessari yfirfærslu sem að geta valdið vonandi ekki nema þá tímabundinni breytingu, en það alveg skýrt að stefnan að verði að minnstakosti jafn góð dekkun ef ekki betri. Það alveg skýrt og það verður alveg áherslu atriði hjá Fjarskiptastofu að fylgja þessum tilteknu málum eftir. Við sömdum við til dæmis þýskt mælingafyrirtæki fyrir 2 árum. Við ætlum keyra einhver 8.000 km í landinu og mældum þorpin og höfuðborgarsvæðið og víðar varðandi útbreiðslu. Þannig við eigum mælingarnar og við erum búin að vera að keyra, þið getur bara séð það á vefsjánu hjá okkur, við erum búin að vera að keyra út allt landið til dæmis og mæla. Þannig við vitum þokkalega vel stöðuna og við munum ganga eftir þessu. Bara mark my words. Takk hérlega fyrir mjög áhugaverða kynningu. Ég hef einn svona stutt spurning, ég held sé stutt, að mér finnst áhugavert að öll Norðurlöndin að gera einhver svona mismunandi útfærslur á þessum 3 hlutum sem þú varst að tala sko. Þess að ég var að velta fyrir mér, hvað máli skiptir það fyrir notendur, bæði ríkið, einkaaðila, einstaklinga og fyrirtæki til dæmis, kostnaði, hvað máli skiptir að vera með svona ólíka lausnir eða mismunandi lausnir, eða einhver hagræðinga því að vera allir með eins, eða ég var bara svona velta frá sjónarhóli notenda, hverju breytir þetta? Ég held að þessi mismunandi nálgun, hún komið svolítið til af aðstæðum í hverju landi fyrir sig. Til dæmis við höfum haldið eftir tíðni fyrir neðar- og björgunaraðila. Þessi 700 MHz tíðni verulega verðmætt og eftirsótt og markaðsaðilar hafa hundskammað okkur fyrir það að haldin eftir. Þeir segja að þetta bara var á markaðinn kallinn minn og okkur hefði haldið eftir. Þetta ekki notað í dag fyrir neitt kerfi sem ákveðin sóun. Þetta eins og eiga veiðileyfi og fara ekki að veiða. Það ekki góð nýting, en við höfum haldið þessu. Það getur vel verið hver staða á radíónetum í viðkomandi landi. Við erum að tala byrgjamál, hverjir eru framleiðendur á búnaði, eru þeir evrópskir eða ekki, það getur haft áhrif. Það getur verið svona bara stemmingin hjá notendunum, hvernig á að fara. Það getur verið að sjálfsögðu þetta peningaspursmál. Hvaða aðstaða til sem auðvelt að endurnýta? Hvað viljum við sem Íslendingar í þessu erfiða náttúrufarslandi, viljum við eiga varakerfi? Ég þeirrar skoðunar að það væri skynsamlegt að mörgu leyti að fara sænsku leiðina. Það að segja vera með fara B-leiðina, þá eigum við takmarkað net að hluta til og síðan semjum við markaðsaðila landsdekkunina og svo upp úr 2030 þegar þessi línur eru farin að skýrast meira varðandi gervitunglin, þá verða þessi kerfi samhæfð með gervitunglum. Ef það verður ekki bara fyrr vegna þess að markaðurinn mun keyra þetta áfram á þeim skriðþunga sem að þessum risafyrirtækjum einu lagið. Þannig að það mjög mikilvægt að taka þetta samtal. Og við höfum okkar forsendar á Íslandi, Svíar hafa sínar, Norðmenn sínar og Finnar sínar og það ekki alveg eins. En grunnstefið það sama. Það allstaðar kjarni, það allstaðar MCX-kerfi held ég, það allstaðar verið að tala þessa netsniðar með einum eða öðrum hætti og svo bara spurning hvernig spilar úr þessu. Takk hérlega fyrir það.